Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu í Rauða hverfi Reykjavíkur, að mér skilst samkvæmt Kveik. En hingað komin að ræða Kveik þáttinn í gær, þar sem talað var vændi, mansal og hið meinta Rauða hverfi í Reykjavík Ari Logn frá Rauðu regnhlífinni. Það mjög mikið rautt hér. Vertu velkomið. Takk hérlega fyrir. Ég hérna með Rauðu regnhlífina við Rauða borðið í Rauða hverfinu. Einmitt. Þetta, það var svona ýmislegt sem að kannski mætti hafa farið betur í umfjöllun Kveiks. Það sem að stakk mig kannski persónulega var hvernig var farið með upplýsingar hina meintu þolendur vændis, mansals, einhvers konar, hvað ég var að segja, ofbeldis. Það voru nafnbirtingar, það voru jafnvel sýndar myndstir. Snapchat, kvennana, bara á skjánum. Einmitt. Konurnar voru alls ekki nægilega svona blokkeraðar út. Það algjörlega hægt að greina þessar konur, sérstaklega fólk sem þekkir þær. 100%. Þá var ég að tala þessar sem að, sérstaklega þegar þið voru að tala þessar kínversku konur. Já. Þar sást rosa vel kona, svo það Snapchatið, svo það myndirnar og svo það konan á flugvellinum. Hún sást líka frekar vel, við sáum auðvitað ekki framan í hana. Heyrðum röddina hennar? Við heyrðum röddina hennar, hún fekk ekki lúxusinn sem að fá að fela röddina sína. Nei. Og við sáum, fötin hennar og pokan hennar, þannig að ef einhver vill greina frá henni þá geta þau gert það ágætlega léttilega. Það var, það var margt í þessu svo sem Rauða regnhlífin sá allavega svona tilefni til þess að senda frá sér smá stutta yfirlýsingu í gær, meðal annars vegna þess að þið eruð hópur sem að starfar mjög náið með fólki í vændi og kynlífsþjónustu. Eruð regnhlíf utanum þennan fjölbreytta hóp og það var ekki talað við ykkur? Nei, og það svo skrítið fyrir okkur að því að þau sögðust vita af okkur. En ekki nóg til þess að bjóða okkur að vera með í þáttunum. En við búum yfir núna 10 árum af reynslu og náttúrulega Rauðu regnhlífa samtökin, þetta allt fólk sem hefur eða að gera kynlífsvinnu. Þannig að við erum með mjög svona öðruvísi innsýn, getum við sagt, heldur en fólk sem að kannski þekkir innan heim ekki nema bara að þau vinna eitthvert sérfræðistarf í kringum, eins og með þolendum ofbeldis og svoleiðis. Já, svona ákveðnum brotum af þessum þessari stóru heildarmynd. Einmitt, og við, við búum yfir, 10 árum af reynslu, 10 árum að byggja upp traust með þolendum mansals, þolendum vændis, kynlífsverkafólki, af erlendum uppruna líka, og við vitum af því að það að koma einhverjir tugir af einstæðum, sjálfstæðum konum sem eru að selja kynlífsþjónustu á Íslandi og svo bara fara heim til sín aftur. Hver ástæðan fyrir því að þær koma hingað í? Þættunum við talað að þetta séu allt fórnarlömb, það sé þarna þriðji aðili. Þetta ekki þín reynsla og ykkar í samtökunum? Við auðvitað, við vitum ekki allt sem allar upplýsingarnar sem þau búa yfir í Kveik og ég get vel trúa því að það mansal að gerast og skipulagt mansal, jafnvel. Auðvitað flest mansal, það nánir fjölskyldumeðlimir, en þau vilja meina að þetta sé eitthvað svona þaulskipulagt. Það getur vel verið, en við höfum allavega ekki séð það í okkar starfi. Við sjáum konur af erlendum uppruna sem að ferðast einar.
og þá þær ekki að, þú veist, fara að taka á, þú veist, það ekki verið að fara að taka á móti þeim hérna á flugvellinum eða neitt svoleiðis. Það bara að koma, vinna, fara. Og það einfaldlega vegna þess að hér eru bara ofboðslega margir sem eru tilbúin til þess að kaupa þeirra þjónustu. Einmitt, en við auðvitað þegar fólk, þú veist, hefur samband við okkur og segir, hei, ég að spá að koma að vinna á Íslandi. Við erum bara mjög skýr lögin. Já, að því að lögin hér eru þannig að þú getur verið sektað eða sett í fangelsi fyrir það að auglýsa. Þannig að það alltaf það fyrsta sem við segjum við fólk. Bara þú gætir lent í þessu, eins og gerðist fyrir 2 konur hérna seint á síðasta ári. Já. Þeim var bara, peningurinn þeirra var gerður upptækur og þeim var sagt að fara. Með hvaða pening, við vitum það ekki, en þú veist. Og þú veist, já, þannig að þetta staðreyndin eða þér brottvísað, skilurðu. Þannig að þú veist, við ráðleggjum fólki alls ekki að koma til Íslands að vinna. En já. Það þetta, það mikið þessa starfsemi, hvort sem að hún hver sem formerkin eru einhvern veginn þarna baki, en það einmitt kannski það sem svolítið mergur málsins, að það búið að afmá þarna eitthvað svona skilgreiningaratriði. Það sko annars vegar það að, þú veist, mansal, sem sannarlega ólöglegt. Og bara ógeðslegt ofbeldi. Já, og svo það þolendur sem að upplifa sig hérna, hafa orðið fyrir ofbeldi í vændi. Síðan það vændi og fólk í vændi og kynlífsverka fólk sem að í þessu fúsum og frjálsum vilja, lítur á sem atvinnu sína, auka atvinnu eða aðalega helsta starf. Og vill bara vinna örugt. Já. Og vill fá vinnuréttindi. Og vinnuréttindi eitthvað sem þú veist, þetta að gerast. Belgía var afglæpavæða alveg og inn komu rosalega sterk vinnuréttindi. Og með þeim kemur líka að því að eins og núna á Íslandi, lögreglan hefur meiri áhuga á að ná kúnnum fyrir að kaupa og vakta kynlífsverka fólk til þess að ná kúnnum þeirra, mögulega gera peningin þeirra upptækan, þú veist, hafa einhver önnur afskipti, frekar en að fara þegar kynlífsverka fólk eða þolendur vændis þora að fara til löggunnar, af því að í okkar reynslu þá bara fólk svo hrætt við lögregluna af því að þau geta verið glæpavædd og það alltaf einhvern veginn hlegið, þú veist, þetta í burtu, en staðreyndin samt svo að fólk ógeðslega hrætt af því að lögreglan samkvæmt lögum gæti allt í einu tekið upp á því að sekta þig fyrir að auglýsa eða heyrt í leigusalanum þínum ef þú veist, að vinna í þínu eigin húsi, jafnvel þegar þú ert ekki að vinna í þínu eigin húsi, þau geta heyrt í leigusalanum. Það eru alls konar hlutir sem að gera það að fara til lögreglunnar svo hættulegar fyrir kynlífsverka fólk, hvað þá af erlendum uppruna. Það ekki traust þannig. Og þetta það sem fólk, þú veist, fólki sem við höfum byggt upp traust við að segja þetta við okkur. Og svo horfum við á þátt þar sem að lögreglan með svolítið fordóma. Já. Það var nákvæmlega það sem ég hjó eftir í þessum sama þætti. Að því samkvæmt lögum, þá eru allir þolendur. Þannig af hverju við að hlæja niðra hæðast að þolendum? Ég tók eftir þessu sérstaklega í atriði í Kveiksþættinum þar sem að það einstaklingur sem sigtaður út eftir einhverjum svona formúlum. Þú veist, þannig brún kona af ákveðnum uppruna á flugvellinum með lítinn farangur og samkvæmt einhverju gegnumlýsingu þá voru þetta nærfödd og smokkar. Ekkert af þessu er ólöglegt. Hún var að koma inn úr Evrópusambandinu sem ekki heldur ólöglegt. Nei, einmitt, ekki heldur. Pældu í því líka, smokkar.
smokkar hafa verið notaðir til þess að handtaka og brottvísa kynlífsverkafólki, þolendum vændis, bara þú veist, í 10 ára til að taka öryggið af fólki. Þú veist, þetta já, allan að halda. En það líka, en það var það sem var svo merkilegt, var svo þetta samskiptin á milli lögreglumannsins og þessar meintu brotakonu sem að hafði þó brotaþola eða brotaþola sem hafði þá vitnisku og var bara með það á hreinu að hún væri ekki að brjóta neinn lög. Hún sagði, það er ekki ólöglegt. Hvað er ég að gera ólöglegt? Það er fullt af hættulegu fólki sem kemur hérna gegnum landamærin. Ég er ekki ein af þeim. Ég vil bara fara og sinna mínu og svo fer ég eftir heim. Og þá, hérna, þú veist, það er svona háðslega segir við hana, ertu búin að vera að borga hérna skatta? Og ég hugsaði með mig bara, hvernig vogar hann sér? Hvernig á hún að gera það fyrir það fyrsta? Það er mega það ekki. Einmitt. Og ég bara, og hún segir, þú veist, nei, og ég meina þarna, og þannig er hún afhjúpust. Hún segir nei, og þá segir hann, ó já, þetta er ekki vinna líka, þú veist. Akkurat. En svo kemur hann í ljósa, ég meina, þú veist, hérna erum við að tala um manneskju sem er kannski bara mjög í brotættu einhvers konar ástandi, hún hefur verið í kynlífsþjónustu, vændi eða jafnvel mansali. Og hérna, hún er þarna, röddin er ekki blörruð, hún er valla blörruð í, sko, og var hún meðvituð að þetta yrði birt í sjónvarpinu? Já, enginn getur svarað þessum spurningum. Akkurat, og ég hugsa bara, þú veist, hvernig erum við að fara, þú veist, er það bara því hún var útlensk? Að því að svo þú setur þetta í samingi við viðtalið sem var tekið við íslensku konuna sem að flæktist inn í mansalshring í útlöndum, þá fekk hún sko eitthvað skugga og rödd hennar var breytt sem var bara fínt og bara frábært. Já, en erlendu konunnar fengu ekki að njóta sömu vernd. Og ég hugsaði bara, þú veist, þetta undirstrikar bara, hérna, þú veist, vanvirðinguna sem við berum fyrir einstaklingum vegna sko þjóðernis og uppruna þeirra og svo líka vegna þess hvað þau gera. Já, og líka bara þau vildu ekki senda hana inn til Íslands til að hitta þennan mann sem að var mögulega þriðji aðili en og þetta er nógu alvarlegt og þetta er nógu mikið mansal að þau neita henni göngu inn í landið þó hún hafi ekki brotin inn lög bara því hún er þolandi mansals og senda hana aftur til Ítalíu í mansalsaðstæður. Akkurat. Það hvarflar ekki að þeim að spyrja hana hvort að hún vilji einhverja aðstoð. Einmitt. Þetta er það sem að... Eða vilji sækja vernd á Íslandi. En þetta, þú veist, það er reglulega að það koma svona þættir. Svona eins og Kveiks þátturinn. Og ég meina, einhvern tímann var ég sjálf á þeim vagni að þetta væri bara, þú veist, allt vændi væri ofbeldi og þú veist, og hérna, og væri bara mjög andstætt mínum femínísku gildum. Það er ekki fyrir en ég kynntist svo sjálf mannesku í kynlífsþjónustu sem var, sko, transkona. Í Skotlandi eða eitthvað? Já, í Englandi, í London. Í London, já. Og sem að, hérna, þú veist, það opnaði svo litið augum mín fyrir því að það er ekki mitt að segja. Já. Og hérna, og það var svona, þú veist, það var svona ákveðin hugljómun, en fyrir vikið, maður lifir og lærir. Já. En það er svolítið eins og fjölmiðlar og ákveðnar stofnanir í samfélaginu, þær velji einhvern veginn að loka augunum fyrir öllum þessum núansum, því að ég er alltaf að tala um núansa við þetta borð, en það þetta er svo mikilvægt. Núansar eru núansar að þetta eru mikilvægt. Já, og það er einhvern veginn, við fáum þessa umfjöllun á, hvað ég segja, svona 5 ára fresti, þá fáum við þessa umfjöllun, bara þessa sömu umfjöllun. Sjaldan reyndar hef ég séð hana svona, ég ætla bara að leyfa mér að segja það, illa unna. Þetta var skammarlegt. Ég hefði viljað þetta væri betra. Já, en hvað hérna nú hafið þið Rauða regnhlífin, þið sendið frá okkur hérna í ekkur athugasemdir í gær, hafið þið fengið eitthvað viðbrögð við þessu? Ég veit að þú varst í útvarpinu í morgun, en hefur Kveikur eitthvað nálgast ykkur? Sko,
það sem að Kveikur hefur í rauninni sagt við okkur, við buðum okkar þekkingu og við buðum þeim fræðslu af því það virðist vera margt sem að vantar. Bara svona heildræna fræðslu mansal, þolendur vændis, kynlífsvinna, allur heili hringurinn og núansarnir. Við buðum fræðslu og við höfum bara ekki fengið nein viðbrögð. Sem að rosalega svekkjandi af því að mér hefur fundist svo flottir bara allir hinnir þættinir sem ég hef hort á hjá Kveik. Það svona eins og við kunnum ekki alveg að svona meðhöndla þennan málaflokk og svona skilja á milli hvað sé óeðlilegt og hvað sé ekki eðlilegt. Og ég velti fyrir mér hvort það sé í rauninni þessari löggjöf að kenna. Já. Sænsku leiðinni. Já. Hvort það sé það sé búið að svona hálfglæpavæða. Og þú veist, fólk sem að ég hef rætt við sem að átti hönd í gerð á þessum lögum, þau eru líka að segja við okkur þetta ekki nógu gott. Nei, en það eins og ég segi, þú veist, við fáum þessa umfyllun á, þú veist, ég meina 5 ára fresti og vandinn virðist ekki hverfa. Þetta sem átt að girða fyrir vandamálið. Af því að raun vandans, ef við viljum ekki að fólk sé í neyð, þá þurfum við að tækla fátækt. Við gerum það ekki með því að þrengja að jaðarsettasta fólkinu í samfélaginu okkar. Þú veist, ef við þrengjum að þeim vonandi að þau hvað hætti og hvað svo? Hvað eiga þau þá að gera? Af því að ég efast að þau vilji borga leigu alls þessa fólks. Það annað sem ég hjó eftir í þessari umfyllun sem að svona strauk mér svolítið öfugt vegna þessa og ég bara vegna afstöðu minna til innflytjenda, flóttafólks og þar framöndu göttunum að það talaði að viðkomandi hefði ekki atvinnuleyfi. Og þar leiðandi var flaggað í einhverju kerfi með einhverju starfsemi, fólk þarf að borða. Og ef að þú býr til kerfi sem að hannað þannig að þú færð ekki atvinnuleyfi leið þú kemur hingað og sýnir einhvern vilja og að setja stað, þá auðvitað finnur þér leið. Auðvitað. Og þetta þýðir líka að hælisleitendur sem eru í neyð og eru bara í biðstöðu, það þýðir að þau fara og selja kynlíf í rosalega mikilli neyð. Og hver þá pimpin? Það ríkið? Af því að ríkið að ýta þér þarna út svo að þú getur séð þig, af því þú mátt ekki vinna. Þú veist, það verður að ýta fólki einmitt í aðstæður og svo oft fólki sem að flýja mansal. Já, akkurat. Þú veist, hversu brenglað þetta? Þetta einhvern veginn og það einhvern veginn og það var og þú veist, og ég hló við að sjá lögregluna einhvern veginn grafalvarlega halda því fram að skipulagð brotasamtök þú veist, skipulagð brotasamtök þau virði ekki landamæri og ég hugsaði bara, Já. Það skipulögð brotastarfsemi. Það eru landamærin sem búa til skipulögðu glæpina, sko. En líka, þar sem við eins og við vorum að segja áðan, þar sem við finnum landamæri, finnum við mansal. Þar sem við finnum lög og reglur hver má ekki vinna og hver má vinna. Þar finnum við fólk sem að gera vændi í neyð. Þú veist, já. En svo, þú veist, svo þetta, sko, og það annað í þessu og það afglæpavæðingin. Þú veist, og það eitt að lögleiða hreinlega og svo það annað að afglæpavæða. Og þetta líka eitthvað svona sem að virðist skólast til svolítið í umræðinu. Og fólk líka bara reynir að telja. Ég veit það ekki, ef samfélagið trú að það annarkvort sænska leiðin eða lögleiðing og lögleiðing slæm og við erum bara eitthvað
við erum búin að vera að segja 10 ár afglæpavæðing. Við erum búin að vera að segja í 10 ár afglæpavæðing skaðaminnkun og skaðaminnkun bjargar mannslífum. Þú veist, lögleiðing, undir lögleiðingu, sem að enginn vill, by the way, það alltaf bara, viljum við lögleiðing? Enginn vill þetta. Enginn sem að vinna í þessu vill lögleiðingu. Af því að undir lögleiðingu þá máttu bara vinna á sérstökum stöðum með yfirmenn. Það þýðir þú þarft að borga yfirmannum fyrir notkun á rýminu, þú þarft að borga fólki fyrir þrifin, þú þarft að borga öryggisvörðunum fyrir öryggið, þú veist, og þú þarft að leigja þér herbergi. Þetta brjálað. Þú veist, og svo ertu glæpavætt að því að þú vilt vinna eitt og sjálfstætt og þú vilt eiga þín eigin laun, þú vilt ekki þurfa að borga einhverjum lúðum út bara til þess að fá að fara í vinnuna. Það brjálað. Við viljum það ekki. En með þessum rökum hugsa ég sko, ef að ætlunin að útrýma þessu fyrirbæri sem að mun aldrei gerast. Nei, en þá væri kannski lögleiðing einmitt til þess að stöðva hérna, þú veist, einyrkjana sem að koma yfir landamærin og einmitt, ef að þeir eru svo hættulegir og ógnandi fyrir íslenska, ég veit ekki hvað, efnahægin eða I don't know. En svo, þú veist, ég velti fyrir mér sko, þú veist, í afglæpavæðingu þar sem að við viðurkennum bara þetta, þú veist, þetta fyrirbæri, þú veist, sem part af hérna vinnumarkaði án þess einhvern veginn að hérna lögfesta það. Þá myndum við hafa batteri eins og ASI sem að með sko sérfræðinga í vinnumannsali sem að gætu tekið utanum þennan hóp miklu svona markvissara og betur, vísa þeim á rétta staði og aðstoða þá og hlúð að þeim. Að því að þjónustan, þú veist, við sjáum, þú veist, þolendur mannsals sem að við sjáum eru þolendur mannsals sem að koma til Íslands til þess að flýja mannsal annar staðar. Þannig að þau koma til Íslands að því að það á að vera land sem að verndar konur. Koma til Íslands og ég veit í alvörunni eina mannesku. Það var kallmaður, þolandi mannsals, hann fekk vernd. Og svo eru bara 5 önnur mál og þeim var öllum brottvísað nema ein manneskja þá eftir að brottvísa henni. Þú veist, hversu brenglað þetta? Akkurat. En þetta einmitt, þú veist, þetta eins og sé, bara það fer einhvern veginn ekki saman hljóðmynd. Þetta, þú veist, hvað viljum við sem samfélag? Viljum við hlúa að þeim sem að minnst mega sín? Viljum við koma í veg fyrir það að hér sé þetta misnota fólk í einhverju svona, hérna, einhverju svona arðbærni, þú veist? Eða viljum við einhvern veginn loka augunum fyrir því og, þú veist, og hverjum verið að refsa hérna? Einmitt. Það náttúrulega, þú veist, refsingin fer á mest jaðarsetta, mest at risk hópin. Þú veist, það eru alltaf þau. Og líka bara þegar ég var að gera nótur og eitthvað svona og gera mér reddi fyrir, þú veist, þessi viðtöl sem ég búið að vera í dag. Ég rakst á, hérna, hvað rakst ég á? Rannsókn, kannski, mögulega. Já. Eða gamla grein. Whatever, en heldur bara áfram. Já, við sko, það sem að, hérna, eitt í þessu líka sem að ég tók eftir og það hérna, og ég vísaði hérna í upphafi þáttar, það Rauða hverfið. Já, einmitt. Það var annað svona í umfjöllun Kveiks þar sem að núna bara búið að leggja heilt hverfi hérna. Við erum að tala bara holtin undir og túnin, verist. Túnin og holtin, hérna sikkur megin við hérna akbrautina. Undir það að vera Rauða hverfið í Reykjavík. Og líka bara það sem þetta gerir að því konur sem eru af erlendum uppruna og eru að gera kynlífsvinnu á Íslandi, þær vita ekkert af Kveikþættinum. Þannig að núna erum við að miðla til okkar fólks, ekki fara hingað
að því að lögreglan að fylgjast með. Já, þið hjá reglífinni. Já, við í rauðu reglífinni, þú veist, við erum að segja fólki ekki fara á þessa staði sem að, þú veist, voru rættir í þessum þætti. Þannig að, já, við erum líka bara í einhverju svona crisis mode að miðla þessum upplýsingum til, þú veist, okkar meðlima. Að því að já. En þetta sko, og það annað og að því að við tölum öryggi þeirra einstaklinga sem eru annarkvort í vændi, mansali eða bara í einhverju kynlífsþjónustu og sjálfstætt og mögulega búsett á þessum svæðum þar sem að kamerumennirnir frá Kveik voru búin að stilla sér upp í marga sólarhringa og mynduðu sko maður velti fyrir sér að því að ég meina það bara sagt beinum orðum, það bara gefin upp heimilisföng þarna. Ég þekki alveg samlanda mína og ég get alveg bara, þú veist, eiginlega bölva mér upp á að það eiga einhverjir eftir að keyra þarna framhjá í dag eða ganga framhjá. Þá einhver eftir að jafnvel gera aðsókn. Eða þú veist, kasta eggi eða krota þegar svona kemst upp þá þú veist svona location þá ertu að útsetja fólkið sem þann inni fyrir ofbeldi að því að þarna geta komið fólk sem veit að það kannski peningur þann inni. Já, líka það. Já, þú veist. Svo líka, þú veist, og það var eitt sem var kannski svolítið, að því að við fengum að sjá þarna handtöku og einstakling sem kaupanda, sem kemur síðan í ljós að játar að hafa verið að kaupa kynlífsþjónustu þarna inni. Þessi einstaklingur hefði hann vitað af lögreglunni og Kveik þarna fyrir utan og kynlífsverkamanneskjan sem að hann var inn í eða hið meinta mansalsfórnarlamb sem hann var með þarna inni sem að hafði mögulega engin tengsl við Ísland og engin vissi af hérna var eina vitnið að hans glæp. Og það þá líka sem peningar eru gerður upptækir. Já. Af því að til þess að þau geti sannað að það var glæpur þá þurfa þau peningin sem að var borgaður. Þetta laun fólks, þannig að lögreglan í rauninni að gera það verkum að þeim var nauðgað. Af því að mörkin ég vil fá greitt. Þannig að þá ertu búin að stunda kynlíf eða, þú veist, það gerðist kynferðisofbeldi og lögreglan þá pimpinn þinn sem tekur í burtu peningin þinn. En ég hugsa líka bara sko upp á öryggi þessara einstaklinga að því að sko við erum bara hérna með samskiptum milli tveggja aðila. Einn að brjóta lög, hinn ekki, en síðan kemur lögreglan fyrir utan í staðinn fyrir að hérna ganga í flasið á lögreglunni og láta reyna á það fyrir dómstólum. Það var náttúrulega bara auðveldar að þú veist þakka niður í þeim sem að ég veit þeir þjónustuna. Og mér finnst í alvöru. Og það eru til dæmi þetta. Já, og mér finnst í alvöru áhyggjuefni að það var engin, þú veist, að því við erum að tala reynda rannsóknarblaðamenn. Þeim bara alveg sama kynlífsverkafólk þá? Að því að, eða þolendur vændis, að því að yfirleitt þá eru svona hlutir fylgdir eftir og maður fær kannski að vita í endanum á þáttinum þessi kona fekk viðeigandi aðstoð. Launin hennar voru ekki tekin af henni. Eða það var eitthvað sem talaði við hana bara þannig fyrir utan. Sagði bara, heyrðu, hérna, hæ vinkona, við erum að gera þessa úttekt ekki á þig en væri til að eiga við okkur nokkur orð. Þá hefðum við getað sagt nei takk. Og við hefum getað séð það í mynd að það hefði verið eitthvað interaktsjón. En þetta fór í töðunar á mér líka. Bara, þú veist, þær voru bara eins og einhver viðföng. Og þú veist, og svo verið að segja að kaupendur líti á kynlífsverkafólk eins og eitthvað kjöt eða hlutur. Ok, en þessi þáttur gerði það líka. Akkurat. Og ég sá strax þegar ég vaknaði eldsnemmi í morgun
til þess að fara í útvarpið, þá sá ég strax fordómafulla kommenta sem voru að ekkóa orðu lögreglumannanna. Já. Hvað, þú veist, þetta er ekki ábyrg fréttamennska. Nei. En veistu að í kjölfar þessara umfjöllana eitthvað af ykkar fólki hafið þið, þú veist, einhvern veginn náð að snerta svona á því og hvernig því líður eftir þessa umfjöllun, jafnvel einhverjur af þessum einstaklingum handa sem ræðir hafið að leita til ykkar? Við þannig ekki þessir einstaklingar, en ég efast líka bara að þau viti af okkur. En fólkið í kringum okkur, fólkið sem þú veist, kynlífsverkafólkið sem er í samtökunum, er búið að vera bara eitthvað, what? Hvað var þetta? Þú veist, fólk er mjög vonsvikið. Að því að við vorum öll einhvern veginn að búast við betri. Við vorum búast við svona heildræni umfjöllun eins og allir hinir þáttirnir þeirra hafa verið. En þetta virtist vera bara svona vehicle til þess að kalla eftir nafnagreiningu og kalla eftir fjármagni fyrir lögreglu. Þú veist, er það starf RÚVs að gera það? Þú veist, ég veit það ekki, en mér fannst þetta allavega skrítið. Já. Já, það eru margir fletir á þessu. Arilog, talsmanneskja Rauðu regnhlífarinnar, takk hérlega fyrir að koma hérna í enn eitt skiptið og ræða við mig þessi mál. Það er bara ekki síður mikilvægt, það er hin umfyllunin og gott mótvægi. Algjörlega, takk fyrir. Og hér skulum við setja endapunktinn í þátt kvöldsins. Ég þakka öllum sem hlýddu og fylgdust með okkur og minni á að hægt er að gerast áskrifandi á samstöðin.is, þið kunnið þetta. Ég þakka kærlega samstarfsfólki mínu og öllum góðum gestum sem komu hingað og bið ykkur að njóta þess sem eftir á kvöldi og góða nótt.